Be thou glorified. Amen. Það segir í Sálmunum að við erum að láta hljóðfærin lofa Drottni. Og gerum það. Yndislegt sumarveður í dag. Við erum að tala það við einn mann að gær, hann á svona svipuðum aldur og ég og hann að vinna. Hvað það væri mikið blessun fyrir okkur á þessum aldri að hafa góða heilsu. Það ekkert sem jafnast á við það að hafa góða heilsu. Og þess vegna biðjum við fyrir þeir sem sjúkir eru að þeir fái líka góða heilsu. Það vilji Guðs. Meira segja þegar maður var búinn að vera sjúkur í 38 ár, þá lét Jesús sér ekki fátum finnast heldur læknaðan mannin. Þannig ef þú ert búinn að vera að berjast við sjúkleika lengi, að þá von í dag. Og vitið hver okkar sæla von kristinna manna? Okkar sæla von. Blessed hope. Títus 2:13. Í eftirvæntingu okkar sælu vonar að hinn mikli Guð og frelsari vor Jesús Kristur opinberist í dýrð sinni. Sjáið þið að hér Jesús kallaður okkar mikli Guð. Þannig hann Guð. Við vorum að ræða hérna saman, 2 bræður í vikunni, og það barst í tal ungur maður í góðu starfi. Hann á fjölskyldu og hann hefur eiginlega allt sem til þarf til að takast allt í lífinu, en hann samt kvíðinn. Ég ekki að segja hann lifi endilega í kvíða á hverjum degi, en það er svona kvíði í honum fyrir framtíðinni. Og hann kvíðir ímynduðum atburðum, það er að segja, það sem hann að hugsa. Og það sem hann náttúrulega heyrir á samfélagsmiðlum og það sem að gerast í kringum okkur, við sem fylgjumst með, við vitum að það alls konar hlutir að gerast og það gervigreindin sem virðist vera að taka yfir, og ég veit að það var eitt af hans kvíðaefnum, en hún bæði góð og hún getur verið líka mjög slæm. Maður veit ekkert hvað ekta í dag þegar maður horfir á myndir á samfélagsmyndum. Það bara búið að taka það frá okkur. Mynd sannar ekki neitt lengur. En það sem kom upp í huga minn var þetta að ef þú átt þessa blessuðu von, og nú skulum við fara í Þessalónikubréfið, og reyndar það var eitt vers þarna í Lúkas í sambandi við þennan kvíða. Ég ætla bara að leyfa því að koma á skjáinn að það segir tákn munu verða á sólu,
stjörnum og jörðu angist þjóða ráðalausra við hafs og drunur. Og svo næsta vers, menn munu falli í öngvit af ótta, menn munu falli í öngvit af ótta og kvíða fyrir því koma muni yfir heimsbyggðina. Og það var þessi ritning sem kom upp í huga minn þegar við vorum að tala kvíða. Að jafnvel að menn munu falli í öngvit af ótta og kvíða, menn sjá hvað að gerast og sumir bara, get ekki tekist á við þetta, þeir falli í öngvit, aðrir taka líf sitt af ótta og kvíða yfir því sem að gerast í kringum þá. En ef við förum í Þessalóníkubréfið, ég nefnilega, þegar við vorum að ræða þetta og þá kom strax upp í huga minn, við sem eigum vonina, það búið að segja okkur að það verður allt í lagi. Ef að þú ert í Kristi, að þá allt í lagi með þig og fyrir þig. Og hér í Þessalóníkubréfinu, 4. kafla 13. vers, þá segir, ekki viljum við bræður, látuðu vera ókunnugt þá sem sofnaðir eru, til þess að þér séuð ekki hryggir, eins og þeir sem hafa ekki von. Þannig að við höfum hér fólk í þessum heimi sem hefur von, svo það þeir sem hafa ekki von. Og hvora megin viltu vera? Ég vil vera í þeim hópi sem hefur von. Og þess vegna tók ég þá afstöðu fyrir mörgum árum að taka afstöðu inn í voninni, Jesú Kristi, að fylgja honum. Og ef við lesum þessa klausu hérna, sjáðu til, það þessi ótti við að vita ekki hvað gerist næst. Þessi ótti við að vita ekki hvað kemur. Við þurfum ekki að vera í þeim ótta, það það sem ég langar að leggja áherslu á í dag. Við þurfum ekki að vera í þeim ótta af því að við vitum hvað kemur. Og hér segir, ef við lesum áfram, ef við trúum því að Jesús Kristur sé dáinn og upprisinn, þá mun Guð fyrir Jesú leiða ásamt honum fram þá sem sofnaðir eru. Það þeir sem dánir eru. Því að það segjum við yður að það orð Drottins að við sem eftir verðum á lífi við komu Drottins munum alls ekki verða fyrri en hinir sofnuðu, því að sjálfur Drottin mun stíga niður af himni með kalli, með höfuð engils raust, með básúnu Guðs. Þeir sem dánir í trú á Krist munu fyrst upp rísa, síðan munum við sem eftir lifum verða ásamt þeim hrifnir burt í skýjum til fundar við Drottin í loftinu. Síðan munum við vera með Drottni alla tíma. Uppörfið því hver annan með þessum orðum. Þetta okkar sæla von. Þetta okkar blessaða von. Að við vitum hvað gerist. Við vitum að Jesús Kristur mun koma aftur að sækja okkur. Og ef við lesum hér áfram, næsti kafli, en tíma og tíðir hafið þér bræður ekki þörf á að yður sé skrifað. Þér vitið það sjálfur gjörla að dagur Drottins kemur sem þjófur á nóttu. Þegar menn segja fríður og engin hætta, þá kemur snögglega tortíming yfir þá, eins og jóðsótt yfir þungaða konu. Þeir munu alls ekki undan komast, en þér bræður eruð ekki myrkri svo að dagurinn geti komið yfir yður sem þjófur. Þér eru allir synir ljósins og synir dagsins. Amen. Þannig að við sjáum hérna aftur tvo hópa. Það eru þeir sem vita hvað að gerast og það eru þeir sem að vita að þessi dagur kemur og svo það þeir sem vita það ekki og hann bara kemur allt í einu yfir þá. En við vitum hvað mun gerast. Og nú ætlum ég að fara hérna í Opinberunarbókina 1. kafla. Þar segir í 1. versi, opinberun Jesú Krist sem Guð gaf honum til að sýna þjónum sínum þar sem verða á innan skams. Hann sendi engil sinn, let hann kynna það Jóhannesi þjóni sínum. Sjáðu til, opinberunarbókin bókin sem segir okkur nákvæmlega
hvað verða muni á hinum síðustu tímum. Þannig að þú þarft ekki að fara á Davos ráðstefnuna til þess að vita hvað kemur næst. Við höfum þetta í Biblíunni. Jesús kom á undan Davos. Jesús kom á undan Facebook. Jesús kom á undan öllu þessu með sína opinberun. Þannig að okkar blessaða von að hann kemur aftur að sækja okkur og við þurfum ekki að óttast. Og það alltaf, það merkilegt í Guðspjöllunum, þá segir Jesús, þegar hann að segja okkur að þetta og þetta muni gerast, þá segir hann óttist ekki. Þið þurfum ekki óttast. Ég nefnilega með ykkur og ég sé ykkur. Þannig að það bara, já, við vitum hvað mun gerast, en heimurinn hefur ekki hugmynd það, af því að þeir hafa aldrei opnað handbók lífsins. Það stendur hérna á skiltinu utan, hefur þið opnað handbók lífsins. Og það það sem við þurfum að gera. Við þurfum að það geta allir fengið að vita hvað að gerast. Og mér langaði að fara hérna í dag og það var verið að segja mér að það hægt að predika stutt. Það var einhver sem var í Ameríku og sagði að það væri hægt að ná þessu bara alveg ekki á 5 mínútum, en svona hálftíma, og ég ætla að reyna það, en ég lofa engu. Ég vil frekar að þið fáið að vita það sem þið þurfið að vita og verði 5 mínútum lengur, og ég ætla að vona að ég geti haldið athygli ykkar í Jesú nafni. Ég bara segi Drottinn, hjálpa okkur að taka við þínu orði. Í Lúkasar Guðspjalli 21. kafla. Lúkasar Guðspjall 21. kafli. Þetta magnaður kafli og þetta eini kaflinn í Guðspjöllunum sem segir frá tveimur atburðum, sem lýsir tveimur atburðum. Markús, Matteus tala þrenginguna miklu. Lúkas talar hins vegar líka þrenginguna miklu, en Lúkas hann talar líka atburði sem gerðust árið 70 eftir Krist og eyðingu Jerúsalem. Og hérna, sem sagt, þessi fyrsti atburður það eyðingir, það það sem gerðist árið 70 eftir Krist. Og ef við lesum hérna, við skulum byrja þar, þá í Lúkas 21, tákn munu verða á sólu, tungli, stjörnum, jörðu, angistjóða, ráðalausra við dönur, hafs og brimgni. Menn munu gefa upp öndina af ótta og kvíða. Þetta tíminn sem við lifum á. Ok, við skulum bara lesa þetta hérna. Tákn munu verða á sólu, tungli, stjörnum og jörðu, angistjóða, ráðalausra við dönur, hafs og brimgni. Menn munu gefa upp öndina af ótta og kvíða fyrir því sem koma munu yfir heimsbyggðina, því að kraftar himnanna munu bifast. Og ég ætla að sleppa hérna versi 27 og lesa það á eftir 28. En þegar þetta tekur að koma fram, þá réttið úr yður, lyftið höfðum yðar, því að lausn yðar í nánd. Sjáðu til, svo kemur, þá munu menn sjá mannssonin koma í skýi með mætti og mikilli dýrð. Að þegar allt þetta að gerast, sem að gerast, þá eigum við bara að lyfta höfðum okkar og við eigum að vita að Jesús, hann að koma. Amen. Hann að koma. Ef við förum síðan í Lúkas 21, 7-8, og þá skoðum við fyrra tímabilið. Hann segir hérna, varist að láta leiða yður í villu. Margir munu koma í mínu nafni og segja það ég.
tíminn í nánd, fylgi þeim ekki, en þegar þið spyrjið hernað og upphlaup, þá skelfist ekki, því að þetta á undan að fara, en endurinn kemur ekki samstundis. Endurinn kemur ekki samstundis. Síðan lesum við vers 20 til 24. Þannig að hérna þessi ritning sem ég las, það má segja að hún á við bæði, að hluta við bæði tímabilin, en þegar við lesum vers 20 til 24 að þá erum við að tala fyrra tímabilið. Þetta það sem gerðist árið 70 eftir Krist. En þegar þið sjáið herfylkingar umkringja Jerúsalem, þá vitið að eyðing hennar í nánd. Þá flýið þeir sem í Júdeu eru til fjalla, þeir sem í borgin eru flytji spurt, þeir sem eru á ekrum úti fari ekki inn í hana. Því að þetta eru refsingar dagar, þá allt það rætið sem ritað Sjáðu, þetta ekki þrengingin mikla. Þetta eru refsingar dagar. Veit þeim sem þungaðar eru og þeim sem börn hafa brjóst á þeim dögum, því að mikil neyð mun þá verða í landinu og reiði yfir líð þessum. Þeir munu falla fyrir sverðseggjum og hérna sjáum við það, hann ekki að tala framtíðina, vegna þess að það sem gerðist þá, þeir munu herleitir verða til allra þjóða og Jerúsalem verður fótum tróðin að heiðingjónum, þar til tímar heiðingjana eru liðnir. Við vitum að eftir þessa atburði voru gyðingar herleitir til allra þjóða. Svo komu þeir aftur saman 1948 og þá má segja að hluta til að þá eru tímar heiðingjana að verða liðnir. En hinn atburðurinn, þar sem talað í Matteus 24:15, þá segir ekki þegar þér sjáið herfylkingar, heldur segir þegar þér sjáið viðurstig eyðingarinnar. Matteus 24:15, ég man ekki hvort það var með þarna, að þá segir þegar þér sjáið viðurstig eyðingarinnar sem Daniel spámaður talar þegar við lesum Daniel, þá sjáum við að þetta á ekki við 70 eftir Krist. Daniel 12:11 segir, Daniel 12:11, að þar skýrt fyrir okkur, ég alltaf einhvern veginn á undan mér, sjá, Daniel 12:11, ef við lesum Daniels bókina, þá sjáum við að þetta á ekki við 70 eftir Krist og ég ætla að lesa 12. kaplan og 11. versið. Daniel 12:11, þá segir, og frá þeim tíma hinn daglega fórn verður afnumin og viðurstig eyðingarinnar uppreist munu vera 1290 daga. Þetta sem sagt viðurstig eyðingarinnar, að frá þeim tíma hinn daglega fórn verður afnumin og viðurstig eyðingarinnar uppreist munu vera 2190 dagar. Sæll sá sem þolugu þreyr og nær þessum dagafjölda, en gakk þú áfram til endalokan að þú munt hvílast og upprísa og taka þitt hlutskipti. Málið að það eru margir sem rugla þessu saman og margir sem segja í dag að þetta eigi allt við eyðingu Jerúsalem 70. Bæði Matteus sem talar þrenginguna miklu, að hún hafi verið þá og hún sé búin og við sem sagt það sé bara bjart framundan og það verði engin þrenging, en ritningin mjög skýr ef maður les saman Daniel, Guðspjöllin, Opinberunarbókina, þá sjáum við að dagur, það sem Biblían kallar dagur drottins framundan. Og þegar við tölum dag drottins, það ekki bara dagur, það ekki bara einn dagur, það ákveðið tímabil. Þú getur lesið það að á mörgum stöðum, það man ekki hvað talað oft dag drottins, það í Jesaja, Jeremía, Esekiel, Opinberunarbókinni. Þetta ekki bara einn dagur, þetta tímabil sem byrjar. Og þetta ég trúi 7 ára tímabil, þegar dagur drottins byrjar, þá byrjar 7 ára tímabil sem verður þrenging og miðja þessa þrengingu, þá
verður reist upp þessi viðurstig, hvað á ég að segja, nú 24 eyðingarinnar, viðurstig eyðingarinnar, það miðja þetta tímabil. Þannig að fyrst kemur þessi maður syndarinnar, Antikristur, og hann kemur á friði. Og það muni allir, Opinberunarbókin 13 talar það, hann kemur á friði og það fylgja honum allir með undrun. Og vitið þið hvað? Davos núna síðast að þeir voru að funda það að þeir þyrftu að fá alheims leiðtoga. Þannig að það byrjaði að kalla eftir því. Og við vitum að hann mun koma. Og hann mun koma á friði og fyrstu 3,5 árin að þá verður allt í friði og spekt og allir glaðir, en svo það að hann reisir upp þessa viðurstig eyðingarinnar eða þetta skurgoð í helgidómi gyðinga, að þá munu þeir sjá og þá byrja þessi alvöru þrenging eða reiði Guðs. Og það eru hérna 2 ritningar sem tala þennan dag, og í Opinberunarbókinni 6:17 Opinberunarbókin hún talar innsigli, hún talar lúðra og hún talar skálar. Og allt þetta ákveðin atburðarás hver á eftir annari og stundum skarast það saman. En þegar að 7. innsiglið opnað þá fer ákveðin atburðarás af stað, það verður landskjálfti og sólin breytist sólin var svört sem hærisekkur og allt tungli var sem blóð og stjörnurnar hröpuðu af himni niður á jörðina og það bara vovegilegir atburðir. En í versi 17 eða 16 þá segja menn: við fjöllin og hamrana hrynjið yfir oss, felið oss fyrir ásjónu hans sem í hásætinu situr, fyrir reiði lamsins. Því að komin dagurinn, hér dagurinn, nú hann komin. Nú þetta tímabil byrja og þeir átta sig á því. Þeir átta sig á því, þessi sem hrópa á fjöllin að hrynja yfir sig. Því að komin dagurinn, hinn mikli dagur reiði þeirra, og hver mun geta staðist. Og í Esekiel 33, þá segir: æpið yfir deginum, því að dagur nálægur, já, dagur drottins nálægur, dagur skíðþykknis, enda dagur þjóðanna. Þarna erum við komin að ákveðnum endi, en það verður ný byrjun fyrir okkur, vegna þess að nú eftir þetta þá tekur Guðs ríkið við. Og þess vegna er svo dásamlegt og yndislegt að eiga þessa blessuðu von. Jafnvel þó við vitum að þessi vofegilegu atburðir gerist, Jesús sagði okkur að lyfta höfðum okkar og bara bíða í eftirvæntingu, því að nú væri þetta að koma. En það er svolítið athyglisvert við ræðu Jesú hérna í Lúkas, að hann ráðlagði þeim ráðlagði þeim lærisveinunum að flýja til fjalla. Þá flýi þeir sem í Júdeu eru til fjalla og þeir sem eru í borginni flytji burt og þeir sem eru á ekrum úti fara ekki inn í hana. Og hérna erum við að tala 70 eftir Krist. Og vitið þið hvað gerðist 70 eftir Krist? Það segir hérna, margir munu komi, hann talar falsspámenn. Látið þá sem eru í Júdeu flýja til fjallana. Þetta er hérna komment sem að ég tók við vers 20. Margir gyðingar byggust við að Messías myndi snúa aftur. Stendur vers 20 þarna. Myndi snúa aftur í dýrð þegar fjandsamlegar hersveitir heiðingja umkringdu Jerúsalem. Kristnir menn í Jerúsalem vissu hins vegar
hvað Jesús hafði sagt og hlýddu honum. Þeir flúðu yfir Jórdanfljót, flestir til borgarinnar Pella. Fáir kristni menn ef nokkrir fórust þegar Jerúsalem féll. Mér finnst þetta svo frábært að lesa þetta. Hinni kristnu, þeir tóku mark á orðum Jesú, en það voru 1,1 milljón gyðingar sem féllu þegar Róm var tekin. Það voru 97.000 manna sem voru herleiddir, 1,1 milljón féllu, en hinni kristnu, þeir vissu og höfðu trúað orðum Jesú, og það það sem ég vil leggja, trúum orðum Jesú. Hann sagði þeim að flýja, þeir flýðu, og þegar kemur að þrengingunni miklu, þá lesum við líka í Mattheus að hann segir þeim nákvæmlega hið sama, þeir sem eru í Júdeu, þeir skuli flýja líka. Og þannig að og þetta ávið, það er svolítið, sko, mér langar að benda ykkur á að þetta er í Júdeu, þetta er ekki út allan heim. Og að þetta er í Júdeu og það er aftur í Júdeu að þeir eiga að flýja til fjalla. Og það er verið að tala við gyðingana. Það er verið að tala við gyðingana. Það er bara gott að vita það. En hann segir svolítið annað við okkur. Og málið er að taka mark á orðum Jesú. Og ég var búinn að segja við þau hérna á föstudaginn að ég ætla að lesa spádómsorð. Ég ætla að vera búinn að því og ég glemdi því, það bara passa vel hér inni. Árið 2013, nú er ég að tala um að taka mark á orðum Jesú. Og ég er að tala um að taka mark á spádómsorðum. Árið 2013 fengum við bréf frá Höfn í Hornafirði. Og þau voru að biðja fyrir okkur kirkjunni hérna í hálfa mánuð. Og síðan komu þau saman og þau sendu okkur spádómsorð og ég ætla að lesa það sem hún Matta sendir okkur hérna. Hún segir, ég sá ykkur hjónin standa saman í bæninni, í þjónustunni við hann óhrædd, brosandi og fyllt af krafti hans. Þrátt fyrir að eldfjall gísi í baksýn var enga hræðslu eða ótta að skynja í andi ykkar. Ég sá að vegna bæna ykkar verður hættunni hrundi frá. Þetta var talað 2013 og við sáum eldgosið út bakgluggann, eldhúsgluggann hjá okkur. Við sáum og ég sá að vegna bæna ykkar verður hættunni hrundi frá. Ég trúi að það skipti máli að við biðjum. Ég heyrði, svo vitnar hún í Esekíel, ég heyrði drunur frá miklum jarðskjálfta að baki mér þegar dýrdrottins hófst upp frá stað sínum. Elsku systkini og vinir, það er okkar bæna þessi orð, verið ykkur til hvatningar, uppörfunar og mikilla blessunar. Sko, þetta var mér til miklu meiri blessunar núna þegar ég fann þetta heldur en þegar ég fekk þetta. Vegna þess að sennilega hef ég ekki verið nægilega trúaður þá. En ég vil bara leggja áherslu að það skiptir svo miklu máli að við treystum orðum Jesú og við líka metum spádómsorð þegar að þau koma. En þá voru hérna bara nokkur atriði viðbót í sambandi við falskrista. Það voru falskristar á dögum Jesú eftir hans komu. Vegna þess að þegar að Rómverjar komu þarna inn í hérna gegn Jerúsalem, að þá var einn falsbámaður sem blekkti gyðingana og Jósefus segir frá þessu að 6.000 flóttamönnum sem fórust í eldsloga í sólnagöngum musterisins. Af hverju? Þeir tók ekki mark á orðum Jesú, þeir voru ekki farnir í burtu. Hinni kristnum voru farnir í burtu sennilega 2,5 ári áður en að þetta gerðist. Og þeir fóru yfir til borgar sem heitir Pella, er í Jórdaníu, norðvestur, eða nyrst og vestast í Jórdaníu. En hérna eru aðrir sem létu blekkjast. Það var falsbámaður sem þann dag hafði lýst því yfir við fólki í borginni að Guð hefði skipað því að ganga upp í forgar musterisins til að taka við merkjum frelsun sína. Þannig að
þeir létu blekkjast. Og Guðspjalli 21:8, það talar um Jesús sagði, varist að láta falsspámenn leiða yfir í villu, en þeir hlustuðu ekki. Og hann segir þetta líka við okkur. Og ég ætla að taka annað dæmi, að eitt eftirtektarvert, og það á við okkar daga, dæmi var falsspámenn. Þetta Lúkas 21, vers 8, efst á blaðinu, blaði 1. Eitt eftirtektarvert dæmi falsspámenn var spádómleg eftirvænting í Bandaríkjunum árið 1846, tengd William Miller. Vegna túlkana hans á spádómum, útreikninga og rita urðu 100.000 manna í Bandaríkjunum samfærðir að Jesús myndi snúa aftur árið 1846. Þegar þetta gerðist ekki, ríkti mikil vonbrigði, sumir yfirgáfu trúna, ýmsir sértrúarflokkar spruttu upp, þar á meðal vottar Jehóva 1870, og þeir komu líka með annan svona falsspádóm, spruttu upp úr þessum spádómlega eldmóði. Og það einmitt það, falsspámenn, þeir leiða fólk afvega. Þeir leiða fólk afvega, og þess vegna þurfum við að vera á verði. Og það voru nokkrar, sjá. Það sagt að, já, ég sagði ykkur að það var 1,1 milljón gyðingar sem voru drepnir í árás Rómverja á Jerúsalem, en Biblían kallar þetta refsingardaga. Þannig að mér langar bara að við sjáum að þetta eru 2 atburðir. Það var eitthvað sem gerðist 70 eftir Krist, svo eitthvað sem framundan núna sem heitir þrengingin mikla eða dagur drottins. Það framundan, og við eigum ekki að rugla þessu saman. Ég sannfærður að þetta eru 2 atburðir. Það eru margir sem kenna, það sé allt í fortíð, allt búið, en það ekki rétt. Og þess vegna þurfum við að vera viðbúin, og við þurfum að vera vakandi og biðjandi. Og Jesús Kristur í Matteus, þá segir hann líka fyrir þrenginguna miklu, verið viðbúnir, og hann hvetur gyðingana að flýja. Og við lesum það í Opinberunarbókinni að konan flýr út á eyðimörkin og þar sem verður séð fyrir þörfum hennar. Þannig að við sjáum að þeir sem taka mark á orðum Jesú munu gjöra svo. Þannig að síðan þetta tákn á sólu, tungli og stjörnum, að það gerist ekki árið 70 eftir Krist. Þannig að við getum séð að þetta eru 2 mismunandi atburðir. En dagur drottins, reiðin, það sem ég langar að segja að hann segir þeim sem eru í Júdeu að flýja til fjalla. En hann segir við okkur að lyfta höfðum okkar og að lausn okkar sé í nánd. Hann segir að við eigum að vaka og biðja til hvers. Og ég lesa bara að lokum vers 34 til og með 36. Hafi gátt á sjálfum yður, Lúkas 21, við erum í honum. Lúkas 21, hafi gátt á sjálfum yður að hjörtu að þyngist ekki við svall, drykkju, né áhyggjur þessa lífs. Þyngist ekki við, og við, svall og drykkja, það erum ekki við. En hvað með áhyggjuna fyrir lífinu? Hvað með að þú svo upptekinn á öllu sem að gerast hér að þú gleymir öllu sem Jesús sagði? Það aðvörun til okkar, svo að komi þessi dagur skyndilega yfir yður eins og snara. En koma mun hann yfir alla menn sem byggja gjörvalla jörð. Vakið því allar stundir, svo þér megið umflýja allt þetta sem koma á
og standast frammi fyrir mannsyninum. Þannig að Jesús Kristur, hann býður okkur upp á það að umflýja þetta allt og vera hrifinn með honum í skýjum himins til fundar við Drottin í loftinu áður en að þessi mikli dagur byrjar, áður en að allt þetta byrjar. Og þess vegna það að þetta okkar blessaða og sæla von. Að við, sama hvað að gerast, þá lesiði Åpenbarunarbókina, lesiði Guðspjöllin, Matteus 24, Markús 13, lesiði þetta og sjáiði hvað Jesús segir, eina sem hann biður okkur að vera vakandi og biðjandi. Það svo mörgum stöðum, hann segir vakið og biðjið, verið viðbúin. En við þurfum ekki að vera viðbúin í ótta, við erum viðbúin í eftirvæntingu og við segjum bara já, Jesús, ég hlakka til að þú komir. Já, Jesús, ég viðbúin og ég veit hvað mun gerast. Ég óttast ekki vegna þess að ég veit að þú kemur og þú hefur lofað, þú ert að búa mér bústað með þér og undirbúa það að við getum komið og verið með þér alla daga. Og fyrir þá sem halda það að við munum síðan svífa á einhverju skýi í himninum alla eilíð, þá segir Biblían það að Guð mun koma niður, skapa nýjan himinn, nýja jörð, hvernig hann gerir það, hvort það verður endurunnin jörð eða alveg ný, ég veit það ekki, en sjáðu, Guð mun koma niður og lífið mun byrja upp á nýtt. Ég veit ekki hvort það verða rafmagnsbílar eða hvað verður, eða hinsegin bílar. Ég hugsa að ég vil bara hafa olíu og bensín og allt það. Ég á eftir að tala það við Drottinn þegar hann kemur. En sjáðu til, lífið byrjar, þetta verður miklu, það er svona hugmyndafræði hjá okkur að þetta verði eitthvað á einhverju bleiku skýi. Það verður ekki þannig. Við munum búa í húsum, og við munum sitja til borðs með Abraham, Ísak og Jakob, við munum þekkja þá sem við þekktum á jörðinni, þannig að þetta verður bara líf eins og allir vilja hafa það. Komið þitt ríki, verði þinn vilji. En ef þú vilt vera með, að þá segir Jesús að þú þurfir að taka við gjöfinni, þú þurfir að taka við aðgöngu, passanum. Ég fór í vinnunni í einhver 20-30 ári í gegnum hlið sem hét Gullna hliðið. Og ég fekk aldrei að fara í gegnum Gullna hliðið nema að ég væri með passan starfsmaður Icelandair. Og sjáðu til, ég þekkti þessa náunga þarna, ef ég glemdi passanum, nei vinur, við vitum alveg hver þú ert og allt það. Við vitum að þú ert ekkert að svindla, en þú verður bara að hafa passan. Og það er eins með þetta að, sjáðu til, Jesús Kristur, hann vill að þú takir við honum sem frelsara, gjörir iðrun, bjóður honum inn í hjartað þitt, þá passin kominn innum hitt gullna hliðið. Amen. Þannig að við segjum bara Drottinn, þakka þér fyrir að við þurfum ekki að óttast. Ég þakka þér svo innlega fyrir það að við höfum von og ég þakka þér fyrir það Drottinn að þú hefur sýnt okkur hvað verða muni innan skams. Og það er sama hvaða atburði gerast. Við þurfum ekki að óttast, Faðir, við bara gefum þínu nafni dýrðina á þessum degi. Við lofum þig fyrir að þú ert með okkur og þú, Drottinn, munt aldrei sleppa af okkur hendinni, aldrei yfirgef okkur og þú munt fara með okkur inn í þinn himinn og síðan fáum við að vera með Drottni alla tíma og þitt ríki kemur, nýr himinn, ný jörð og við lofum þitt heilaga, undursamlega góða nafn. Amen. Amen. Það eitt lag sem ég langar að við endum á. Ef það einhverjir sem vilja fyrirbæn,
ef þú ert hér sem vilt gefa Jesú lífið þitt, hefur ekki gert það, að þá getur þú komið líka fram og fengið fyrirbæn. En